þá komið að febrúarlesson fyrir Bowman. Þetta opinn lestur og ánægð fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Dæmum okkur beint í lesturinn. Byrjum að athuga hvaða Bowman ég að tala við. Fáum það sem framundan og leiðsögn í Bowman og afleiðingar af þessu. Kæri Bowmaður, það búið að vera eitthvað spenna í gangi hér. Síðasta misseri þá eins og hafi verið líka einhver óvissa, einhver valkvíði, erfitt að ætla að ákveða hvert maður ætla að fara eða í hvern fótinn maður stíga og það það er búið að fylgja þessu spenna. Þetta er búið að vera íþyngjandi, tekur mikla orku. Þetta er ekki bara að eitthvað eiga erfitt með að velja á milli einhverja hluta eða í hvað átt maður allir að fara. Þetta heldur þetta er búið að hvíla á þér og þetta er búið að vera á allt einhverjum kvíða jafnvel. Þannig að við erum að tala um svolítið mikilvægt val. Og sama sinnis þá þetta svolítið vandasamt því að þetta alveg býsna mikilvægt, þannig að þetta er kannski svolítið stór ákvörðun. Og finnst líka eins og þú sért að reyna að passa þig að traðka ekki yfir tærnar á neinum öðrum og passa að særa ekki neinn annan og eitthvað svona. Ertu ekki að reyna að beita þér rétt, en mér finnst þess að þú sért eitthvað neginn að þú ert með marga bolta á lofti. Mikil spenna á loftinu og það fyrir að segja til sín. En framundan að það kemst niðurstaða í málið. Það verður einhver úrskurður, það kemst einhver niðurstaða í málið og það verður sanngjörn niðurstaða, allavega þannig að þú getir valið, þannig að þú getir lagt frá þér í rauninni boltana. Þannig að hvað sem þetta það kemur niðurstaða og hver sem niðurstaðan að þá hún þannig að það léttir á spennunni. Það róast kerfið hjá þér, það kemst jafnvægi á hlutina. Leiðsögnin svolítið á þann hátt að þér alveg óhætt að hafa þig aftur á loft. Þú þarft ekkert að óttast sama hver niðurstaðan og sama hvað kemur út úr þessu öllu saman. Að svo lengi sem að þú ert samkvæmt sjálfuð þér og svo lengi sem þú stendur með bara þinni sannfæringu, þínum gildum og gerir það sem að rétt í þínu hjarta, rétt gagnvart þínu siðferði, þá getur þú verið sátt. En þetta hefur allavega þannig áhrif fram í tíman að þetta er styrkjandi fyrir þig, þú kemur sterkara út úr þessu. Auðvitað ætlar maður ekki að vera að tala um það að tala fyrir því að erfiðleikar og áföll styrki mann, en hins vegar þetta að þú standir með sjálfuð þér og standir með þínu réttleika, þinni sannfæringu, þínu siðferði, standir með gilduna þínum, sama hvað, það það sem er styrkjandi. Og það að þú gangir eftir því að hlutunum séu rétt gerðir, það mun skila sér. Það er styrkjandi. Þetta mikið snúast eitthvað það að
Það er svona eins og þú sért að bíða eftir einhverjum úrskurði, einhverjum niðurstöðu. Og fyrir vikið þá hefur þú eiginlega svona hvorki geta hreyft legg né lið, svona eins og þú sért í einhver svona eilífðar pattstöðu í spennu með boltana á lofti og getur ekkert lagt frá þér, getur ekki breytt neinu fyrr en að þessi niðurstaða er komin. Fyrr en að það eru komnir einhverjar upplýsingar upp á yfirborðið og aðstæður breyttar, en það er bara rétt handa við hornið, það fer alveg að koma. Og þá getur þú bara lagt niður alla þessa bolta sem þú hefur haft á lofti og farið að sinna öðrum hlutum. Þannig við skulum fá aðeins meira innsýn inn í þetta. Ég er að sjá, það er eins og að sé búið að vera svo mikil bið, veist, og svo að sé að vera að bíða eftir einhverjum niðurstöðum, einhverju útkomu, einhverjum úrskurði. Og það er eins og að sé allt í pattstöðu þangað til að það kemur. Já. Það er bara nákvæmlega þannig sem ég er að sjá þetta. Að það er bara eins og að segja allt búið að vera sko einhvern veginn svona þvingað saman í fastar skorður sem að er mjög óþægilegt og þú með marga bolta á lofti og getur ekki lagt einasta frá þér að þú hefur ekki hugmynd hvar sennilegast eða hvernig, af því að þetta er allt einhvern veginn bara frosið í einhverju svona lúppu finnst manni. En hins vegar sko upplýsingarna sem þarf, þær eru bara rétt framundan og sama hvernig fer, þá verður það til þess að þú getur lagt boltana frá þér og þú getur breytt til þannig að það léttir lífið. Númer 1 og 3 í þessu öllu saman er að þú sért samkvæmt sjálfu þér, standir með skoðunum þínum, siðferðinu og gildunum þínum og vinnir út frá því og þá í rauninni getur þetta ekki klikkað, þannig að þá kemur þú alltaf sem sterkasti einstaklingurinn út úr þessu og með því fylgir vöxtur og það er styrkleiki sem mun halda áfram með þér það sem eftir er. En þetta fer alveg að smella. Það er bara, já, vonandi bara núna í febrúar þá eða seinasta lagi í mars. Það er að segja, já, seinasta lagi næstu mánaðamót. En fáum eitt lesanarspil hér, það er svona örstutt skilaboð í lokin. Það er hér spilið Enlighten, það er að segja uppljóstrun, að sko uppljómun er nærri, það verður varpað ljósi á gang mála og tímabil sem sagt uppljómunar og skýrleika er framundan, þannig að upplýsingarnar eru allar á leiðinu upp á yfirborðið innan skamms, það er mjög stutt í það og þá verður hægt að klára dæmið, vinna úr þessu og leggja til grafar erfiðleikana sem fylgja þessu. En þetta meginskilaboð hér eru þetta mál eða þetta dæmi sem er gangi hjá þér, það mun skýrast bara rétt bráðum og þá getur þú haldið áfram að þegar þú ert í pattstöðu núna. En þá ætla ég að segja þessari leiðsögn lokið. Ég vona skilaboðin ráði sönnu rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka fyrir mig og ég þakka áheyrnina.